Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Fréttirnar í dag svona, hvernig líður þér hérna þegar kjarnorku váin er? Já, þetta veldur manni áhyggjum, staðan í Íran og já, þetta er bara, stefnir bara í stóra, getur stefnt í bara stóra heimsstyrjöld, sko. Og ert þú eitthvað búin að ákveða hvað þú ætlar að gera svona ef það kemur til heimsstyrjöldar, eða ertu með forgangslistan? Ég er alltaf með nóg klósettpappír heima og svona, dósamatt, já. Maður er alltaf tilbúin í allt, sko. En svo er það líka, svona, fylgist þú eitthvað með jarðhræringum og svona almennt hamförum? Ertu hamfara svona meðvitaður? Ég held ég sé frekar hamfara meðvitaður. Já, maður fylgist með svona jarðhræringum og svona, já. Fylgist þú alveg hverjum degi og tjekkar hvernig jarðskjálfti virkar? Ég er ekki, já, svona þegar það er einhver kvikvirkni svona, þá fylgist maður með vefmyndavélinni og svona, já. En fylgistu almennt líka vel með fréttum, svona, er það eitthvað í fréttum í dag og gær og svona þessar dagana sem þér finnst vera svona áhugavert og svona þess verið að fylgjast með því núna sem er í þinginu, þú veist, öll svona þjóðþrifamálin? Já, á Íslandi, já, maður fylgjast nú með fréttunum, sko, en ég held ég kannski full miklu tíma að fylgjast með bandarísku með stjórnmálunum og svona, það er svona ákveðið skemmtanagildi og spennandi og svona stressandi, en já. Maður vonar bara að repúblikanar missi meirihlutann og þá er kannski á mannkynið smá meiri von. Ert þú eitthvað í tengslu við að morgun er sko þarna 19. júní, þú veist, svona kvenréttindadagurinn? Já, ég er nú ekki búin að gera einu plön fyrir okkur daginn, en já, það er stendur með konum og já. En svo eru sólstöðunar hérna og Jónsmessan, ertu með einhver svoleiðis plön? Já, ég leti velti mér upp úr morgundögginni á Jónsmessu, já. Eða er ekki of kalt, sko, já. Hvað ég að spyrja meira? Hérna, við vorum með svo langa lista af fréttum hérna með stýrivextina og já, og eitt sem er viðbútt hérna með, hvað finnst þér með þessu svona ótta sem er svona stigvaxandi magnandi ótti, sko, ekki við stríð, heldur líka bara eitthvað við að innviðirnir séu að hérna bresta undan hælisleitendum og slíkur ótti, hvað finnst þér um hann? Já, það er alltaf gott að fylgjast með og mynda sér skoðanir og svona, en við mögum ekki láta óttan stýra okkur, það getur oft leitt manni í ógöngur, sko. En ég meina, ég held að hælisleitendur eru nú fáir er ekki að valda einhverjum straumhvörfum í íslensku samfélagi, held ég, sko. Sem full mikil fókus stundum á það, sko. En hvað eigum að gera í þessu? Þú veist, að það séu svona kannski svolítið margir, jafnvel ungmenni sem á Íslandi sem eru svona, þú veist, óttast bara, er komin í svona dálítið hnífa á sér og eru bara orðin svona hræddir og einmitt sumir segja bara loka landamærunum og það sé lausnin þá. Hvað finnst þér það vera góð lausn? Já, þetta þurfum ekki alltaf að loka landið, ég meina, ég held að, sko, íslenskir innfæddir unglingar séu alveg líklegir til að ganga með hnífa á sér eða lemja að stinga hvern annan eins og einhverjir útlenskir, sko. Ég veit ekki hvað lausnin væri bara að tala saman og, þú veist, bara hugsa betur um hvort annað. Það er ekki einhver svona skyndilausn einmitt, bara loka. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Haukur Valdimar Pálsson. Kæra þakki fyrir spjallið. Hvað finnst þér um fréttina? Núna er sko dálítið fréttir að það geti verið að fara að koma svona kjarnorkusprengingar og svona. Ég horfi ekki á fréttir. Fréttir eru bara kvíðavaldandi og óþægilegar. Mér finnst bara eins og bara, í hvers skipti sem ég horfa á fréttina finnst mér eins og bara heimurinn sem bara við það að fara að springa. Þannig að ég reyna að horfa bara ekki á þar. Ég neyði stundum til þessi vinnunni og þá er ég líka alltaf bara, oh my god, hvað er þessi gaur að gera núna, maður? En svona af þessu sem að þú hefur horft eða fréttir það utanfrá þig, svona, hvað er það sem hefur svona mest einmitt svona vond tilfinningalega áhrif á þig? Það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Þú veist, og bara það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum bara seinustu árin. Mér finnst bara eins og við séum að fara bara tilbaka aftur bara á 17. öld, bara þú veist, konur að missa kvenréttindi sín, þú veist, transfólk má ekki vera til, samkynhneigðir mega ekki vera til, þetta er bara rugl. Finnst þér eitthvað svona, ok, þér finnst þú ekki hjálpa til með því að vera að fylgjast með fréttum svona því það bara eyðir svo sem þinnu bara spænir upp þitt tilfinningarlíf, en er eitthvað annað svona sem þú getur ímyndað þér að segja að við getum gert? Sem að við getum gert? Já, til að veita viðnám með það.
Gagnvart fréttunum? Nei, gagnvart við atburðar bara þannig að við förum ekki aftur til miðalda? Nei, ekki á meðan við höfum ekki stjórnaði hvað að gerast, þú veist, í öllum þessum stóru þjóðum, þú veist, við erum bara litla Ísland, við höfum rosalega lítið að segja með allt sem að gerast í kringum okkur, því miður. Hvað finnst þér svona það sem að gerast á Íslandi og fólk að hafa áhyggjur af, til dæmis þeir að tala útlendingavandan og innflytjendavandan og svo eru sumir að tala bara stýrivextina og það eru jarðhræringar og klofningur í NATO og þetta svona, bara svo ég segi það svona kannski sem aðeins í fréttum. Jú, auðvitað hefur maður líka verið að hafa áhyggjur því, þú veist, maður alltaf að sjá hærri og svona verri lýsingar, þú veist, af ungmennum til dæmis við, þú veist, að vera ráðast á fólk og þú veist, og eins hefur maður líka verið að heyra þú veist, eins og með þessu samkynhneigðu og með transfólki að fái bara ekki frið, þú veist, og ég hélt einhvern veginn alltaf að við Íslendingar værum bara ótrúlega fordómalaus. Og sen það bara að koma meira og meira í ljós að við erum það ekki og ég skil ekki hvernig það getur verið að ungfólkið okkar sé það ekki. Og einmitt þegar það var leigubílstjóri sem segist ekki geta bara þorið varla að stunda sitt starf vegna rasisma og bara rasismi orðin svona vist. Finnir þú fyrir rasisma og svona auknum rasisma á Íslandi? Sko, nei, þú veist, ég persónulega finn ekki fyrir honum mikið, þú veist, þú veist, í vinnunni, ég vinn í heilbrigðisþjónustu, þú veist, að þá heyrir maður stundum svona eitthvað út undan sér sem að manni finnst náttúrulega ekki í lagi og sérstaklega gagnvart, þú veist, eins og lituðum starfsmönnum og svona, en það hefur samt ekki verið þannig að það sé eitthvað brjálað áhyggefni, maður einhvern veginn sér það fyrir sér að það sé frekar bara svona, þú veist, óryggi og ótti, þú veist, eins og eldra fólksins, bara út af því að það veit ekki betur, þú veist, út af því að það bara sá ekki svartamanneski fyrir 1950 eitthvað, þú veist, og bara vissi ekki að þetta fólk væri til. En svo virðist vera að einmitt ungt fólk segja sumir lifa í svo mikil upplýsing og óreiðu þannig að það auðvelt að koma svona skilaboðum einmitt eins og blórabögglarnir og þú veist að innviðir og Íslandi þol ekki hælisleitendur og svoleiðis sem að manni finnst að ungt fólk ætti að sjá í gegnum en gera það ekki kannski. Nei, þú veist, ég held líka bara við fólkin vorum ekkert búin til þess að sitja alltaf bara með eitthvað drasl í hendinni og hafa aðgang á öllum heiminum. Þú veist, við mennirnir erum búin að hlaupandi í 1000 ár að gera hitt og þetta og mann í raun og veru finnst ekkert skrítið, þú veist, að það sé að verða alltaf meira og hærri prósenta af ungu fólki sem að bara, þú veist, með kvíða og óryggi og svona, því að þetta bara alltaf mikið upplýsingaflæði, þú veist, og ekki bara nóga mikið það að bara krakkar sig að hreyfa sig og hvað með einmanaleika líka og einmitt vöntun og svona samræði og finnur þú það í þínum hjúkrunarstörfum að fólk svona bara einmana og vantar kannski bara að tala saman fréttir en líka bara sína tilfinningar? Já, það alveg rosalega mikið af því miður. Það bara sérstaklega, þú veist, eins og með eldra fólk sem að, þú veist, það kann ekkert á þetta allt þetta social media dót, sko, þú veist, það á kannski iPad og svona, þú veist, en í hver skil sem það reynir að kveikja á því þá bara gerist eitthvað sem það skilur ekki neitt, sko, og það gefst bara upp. En allir hinir, þú veist, vilja bara nota þetta sem eitthvað svona tæki til þess að vera í sambandi, þú veist, en mér finnst alveg æðislegt til þess að vera í vinnunni minni, ég fælt að Costco á nótt, mér finnst það geggjað. Við erum bara á milli herbergja að kissa allan, mér finnst það alveg æði. Þú veist, og ég held að það sé einmitt líka bara það, þú veist, og fólk einmitt vantar þetta, það vantar bara að vera í nánd við aðra. Þú veist, maður fær enga nánd í gegnum einhvern skjá, sko. Þetta á við þá eldra fólki að líka kannski með börn, heldur það, á Íslandi? Þessi líka bara, þú veist, krakkar að tapa þessari tengingu, þú veist, ég veit ekki hversu oft maður séð eitthvað sem þú veist, að gefa barninu svona að drekka en þá horfir fram hjá hausnum á því og skjáin fyrir aftan það. Þú veist, svona börn eru bara að fara að alast upp með bara eitthvað svona tengslaróf, sko. Þannig við erum einmitt voða mikið að vanda okkur að horfa á fréttir því það er alltaf fara til fjandans en kannski horfum ekki bara í kringum okkur. Nei, því miður, við erum bara förstu skjáin að fylgjast með heiminum brenna. Takk fyrir gott spjall, má ég spyrja hvað þú heitir? Já, ég heiti Ellisif. Það ekki fyrir spjalli, fyrir samstöðina. Truflaði hérna vinnandi mann? Það er allt í lagi, það er rólegt í augnablikinu. Sko, sem að minnum á það, við hittum hérna 2 konur á leiðinni sem eru efnahagsflóttamenn frá Íslandi, búa í Noregi og geta bara borgað upp húsnæðisskuldum. Það sagði bara, við ætlum aldrei að koma aftur til Íslands
er bara hræðilegt að vera hérna. Finnst þér svona eins og á þínu kúrm, eitthvað lítið að gera, bara skella á svakaleg kreppa? Nei, þetta bara svona tímabil hjá okkur sem kemur rólegt inn á milli. Það búið að vera mikið að gera, sitta sumardagg undir í apríl og maí. Svo kemur svona smá lagði í þetta núna og svo fara menn að ferðast eitthvað innanlands og þá byrja þær aftur að koma. Það er ekkert svona fólk hefur ekki efna á dekkjónum? Já, stundum það eitthvað smá en ekkert alvarlegt sko. Menn láta sig hafa að kaupa dekk, spara kannski í annað þá frekar. En finnur þú fyrir einhverju svona bara líka sjálfu fyrir svona að það sé aðeins erfiðar að búa í Íslandi? Já, mér finnst það dýrt að kaupa matinn. Það er svona sem ég hef ekkert oft spáð í það hvað það kostar en svona stundum þegar maður út í búð og það kostar 10.000 kall og það er ekkert í pokanum. En strákarnir sem ég er með hérna frá Lítáen og Póllandi sem koma hérna vor og haust að vinna, þeir eru fannir að tala að matur sé mjög dýr hérna. Finnst dýrt að koma hérna, ég er búin að koma hérna í nokkur ár. En annars er þetta svona bara, þetta rúllar alltaf eins hjá mér í þessi business. En hvað finnst þér svona fréttirnar, sko, nú erum við eiginlega bara í einhverju svona svolítið kvíðvælegu eins og til dæmis þarna að Trump og með kjarnorkusprengjurnar og það allt? Maður skilur ekkert í þessu hvað er að skjóta okkur annan þarna. Trump og Putin og allt þarna Ísrael. Þetta er hörmung bara ömurlegt ástand held ég. Nú er svona sagt að sumir séu, það sé kannski bara komið meira í svona óöryggi gagnvart öllu þessu og bara kvíði þegar fólk er að fylgjast með fréttum og svona. Fylgist þú vel með fréttum? Já, svona en ekki þannig. Maður hlustar á eitthvað og svo pælir maður ekkert í því meir kannski. Það er svona kannski of rólegur yfir þessu, ég veit það ekki. En nú eru sumir svona, nei það er nú vist bara gott að vera rólegur sko. Því sumir eru komnir í svolítinn ótta og halda þurfa að loka landamærunum að þetta sé svona hælisleitendum að kenna og svoleiðis. Finnst þér það vera svona góð skýring? Já, mér finnst kannski komið mikið af eitthvað af þessu fólki sem við verðum að tala ég veit það ekki, maður veit ekki hvað maður má segja það, þá er maður kannski orðinn rasisti en ég held að sé svolítið aðeins svo mikið af svona einhverju komið. En er það ekki eitthvað fólk sem Við þurfum á fólkinu frá Póllandi og Lítáen að halda, ég get ekki haldið þessu rekstri gangandi en ég fá þessu strákartinni. Og allir byggingar einn ára annað og þetta er allt hörkudúlegt fólk og þeir eru komin til þess að vinna. En það er kannski einhverjir sem eru komin sem ætla ekki að vinna, það kannski er vandamáli. Já, en það segja menna, sko, þeir sem þekkja til og segja að það sé ekki á hælisleitendur, sko, heldur sé það kannski þá bara einhver glæpa, það eru bara svona sem koma sem ferðafólk, sko. Þegar maður heyri að sko eins og þessi dyravarsla, þar eru einhverjir, hvað er það, armennar eða eitthvað, ég man það ekki hvað var sagt og þeir eru að stjórna einhverju systemi víst og svo sagði einn við mig að Rúmenar var að koma og þeir var bara að koma til að stela, ég veit það ekki, maður veit ekki hvað er satt í þessu. En finnst þér ekki svona skipta máli að maður fái svona einhvern veginn réttar upplýsingar eða þannig núna Jó, ég held það, en það verður kannski að setja eitthvað að stoppa á þetta og ég held að við höfum ekki efna að halda upp í öllu þessu fólki. Ég held að það sé orðið á dýrt fyrir okkur. Við erum svo fámenn hérna. En er ekki líka svona ýmislegt sem við höfum ekki dýrt á eins og að reka þá sem er alltaf að, þú veist, svíkjunda skatti og eitthvað svoleiðis? Jó, ég held að þeir sem svíkjunda skatti, ég held að eyði peningunum í eitthvað annað bara líka. Það fyrir allt í neyslu held ég veit það ekki. En skattaskjólin, það kemur ekki aftur inn í hringrásina eða? Ég veit það ekki, ég skil ekkert í því. En hvað svona, ef það verður að koma bara, þú veist, kjarnorkustyrjöld, sko, á morgun eða þannig, hvað myndir þú svona gera persónlega, þú veist? Ég veit það ekki, skriða hún í einhverju hólegstar, ég veit ekki. Nei, ég vona að það komi nú ekki, maður. Ég ætla að vona að það verði ekki svo slæmt. Nei, en ef þú vissir að það væri bara stutt eftir og Ísland myndi bara springa í loft upp eins og hérna utakar sem er sungum, hvað myndir þú gera eitthvað þér til skemmtunar eða þannig? Ég veit ekki, bara fara til tenni eins og allir hinnir, flýja þangað, Má ég spyrja hvað, já tenni myndi kannski verða undir sömu bombu Allt undir mig, getur maður nokkuð farið, verður ekki bara, fer það ekki bara all Evrópu í tætlur að þeir fara að sprengja með kjarnorku, ég veit það ekki. En má ég spyrja hérna, en finnst þér vera lausn að loka landamærunum, gagnvart þessu, því það er ekki hægt að loka landamærunum gagnvart svona kjarnorku? Já, ég held að megi loka þessu eitthvað svona, passa hverjir er að koma, en við þurfum að útlendingum að halda, það er ekki spurning. Og við meðum náttúrulega ekki lokast inni, sko, ef við ætlum að flýja til tenni. Nei, við þurfum líka að fá ferðamenn til þess að halda landinu gangandi,
Það er einhver smá peningar sem koma frá ferðamanni til dæmis. Má ég spyrja hvað þú heitir? Sturla heit ég. Hjartans þakkir fyrir að spjalla við okkur hérna í samstöðunni og förnum vegi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.